Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða aðeins finnska viku sem að verður í menningarhúsinu Hofi og þar verður mikið dýrðir, bæði tónlist, upplestur, ýmislegt fyrir börnin og stór tónleikar og guðmáta hvað og þetta gert í samstarfi við finnska sendiráðið. Ég fengi hérna til mín, venjulega sko þegar við erum að fjalla um eitthvað svona viðburði þá fáum við kannski einhverja sem eru skipuleggit og svona, en í Hofi þá eru starfandi tvö fyrirtæki sem að taka iðulega mjög mikið þátt í menningarlífinu í Hofi og mér langaði einu sinni svona að fá þau í setti til okkar, komið sæl og blessuð. Sæl. Þið rekið sem sagt annars vegar Kistu og hins vegar 1862 Bistró og hérna kannski til að byrja með áður en við ræðum kannski þessa finnsku viku. Ég sé að þið taki þátt alveg rosalega mikið í því sem er að gerast í Hofi. Hvers vegna velur, þú veist, veitingastaður sem er þar að vera svona mikið með? Það er bara okkar skylda. Við erum náttúrulega fyrst og fremst til þess að þjóna gesti hússins og þeir geta verið komnir til þess að hitta okkur sérstaklega, fá góðan mat og eða njóta einhvers annars í húsinu, kannski kíkja í Kistu til götu og koma við í kaffibolla og kökusneið eða eitthvað gott að borða, kannski fyrir tónleika eða einhvern viðburð. Og þar erum við fyrst og fremst þjónustuaðili og eigum að sjálfsögðu að taka fullan þátt í því sem að Hof hefur upp á að bjóða, sem er svo mikið. Og er þetta bara sama pælingin þín megin? Já, ég hoppa alltaf hæð mína þegar er eitthvað svona að vera. Ég alveg þrífst á þessu að þegar eitthvað svona stendur til og allt húsið kemur saman að ræða hugmyndir og vegna þess að það eru margir í húsinu og manni farið að þykja náttúrulega mjög vænt þetta hús, einstaklega gott starfsfólk og skemmtilegt, þannig að ég alveg gleðst mikið þegar svona og svo finnsk vika, talandi að vera svona norrænn aðdáandi eins og ég er, þá finnst mér það alveg sérstaklega skemmtilegt. Það var náttúrulega brjálæðislega umdeilt hús á sínum tíma og kostnaðurinn og alls konar, ég man mjög vel eftir upphafsdögunum. Hvers vegna fóruð þið inn í þetta hús og eruð þið ánægð með ákvörðunina og hvernig þetta hefur þróast? Við félagarnir ákvaðum að koma þarna frá fyrsta degi inn og lögðum allt í þetta því að við vorum algjörlega sannfærðir það að húsið myndi sanna sig og að við þyrftum að gera það líka sem veitingastaður þarna inni og elta viðburði hússins og gesti þess og það hefur aldrei slegið slöku við. Við höfum ennþá tröllatrú á húsinu og framtíð þess og litla sæta bístróin okkar sem við stofnuðum fyrir að verða 8 árum síðan. Nákvæmlega 8 ár pælið í þessu, þetta er fljótt að líða og manni líður eins og bara leið og bara húsið var tekið í notkun, þá bara þagnaði allt, það bara, hey, þetta er nú kannski bara svolítið cool. Og fólk alveg að hafa fyrir því enn þann dag í dag að segja æ, mikið er ég nú glöð eða glaður yfir því að þetta hús var reist og á þennan hátt. En ég held að sé svolítið mikilvægt að hafa fjölbreytta starfsemi í húsinu. Það verður að, þú veist, passa það að hafa Já, þetta sé ekki bara salur til útlegu. Nei, nákvæmlega, það verður að vera svona. Húsið er náttúrulega allra Akureyringa og allra gesta Akureyringa, þannig að það verður að vera eitthvað fyrir alla. Nákvæmlega. En tölum aðeins þessa finnsku viku. Já. Þetta er náttúrulega svolítið gaman, það er Nordic Bistró og svo veit ég að þú ert nú ofta að selja töluvert af svona norrænum vörum. Hvernig tækla með þetta? Það kemur í hausinn, okkur langar að hafa finnska viku. Hvað langar ykkur að gera? Ferðu bara að googla finnska mat eða hvað gerur? Já, ég var mjög viljugur á öllum fundum og mjög spenntur. En svo þegar þetta fer að hellast í mann og er bara að byrja, þá svona kemur smá hnútur í magann, hvort að maður hafi verið að taka eitthvað að sér sem maður ræður ekki við. En síðasti kokkafundur var þannig að við erum að hlæja yfir hugmyndunum. Við höfum virkilega gaman að því að brjóta upp okkar venjulega dag og gera eitthvað öðruvísi. Og þetta er svo sannarlega eitt af þeim verkefnum. Hvernig virkar þetta? Setist þið þá bara niður, hvað eru þið mörg eða margir eða hvernig og hvað gerist? Starfsfólkið bara í rauninni svona brainstorm hvað við getum gert til þess að krydda finnska menningu hjá okkur. Og það er svo margt í matreiðslunni, við getum farið í finnska búninga, við getum lært að tala finnsku og boðið fólk velkomið og þakka því fyrir komuna. Og svo framvegis og framvegis. Og við erum náttúrulega alltaf að elta þessa skandinavísku línu í matreiðslunni okkar. Það er okkar yfirskrift. Þannig að við erum ekkert svona mjög fjarri lagi en Finnar eru alveg jafn skrýtnir og við Íslendingar í mat. Þannig að ég var til dæmis að reyna að finna elg. Já.
það náðist ekki, Nei. en ég náði hreindýr. Okay. Og þegar ég var í Finnlandi þá borðaði ég elg og hann var mjög góður. En við Kata vorum að spá í að skella einu sána þarna fyrir utan, þannig að fólk gæti svo stokkið í höfnina til þess að kæla sig. Það er spurning hvort það náist. Frábær hugmynd. Hvort það náist fyrir mándaginn. Höldum áfram að vinna í því. En þú verður heilsa á finnsku í kistu í Já, vikunni? ég er búin að æfa mig og ég ætla bara að tala finnsku alla næstu viku. Flott, þú mátt æfa þig núna ef þú vilt. Ég ætla ég gæti talið fyrir ykkur núna en ég hef alla helgina til þess að klára. Kunnið þið eitthvað í finnsku? Ég kann bara telja. Nei, það voru bara þarna 1, 2, 3 og svo fóru það að dala mjög mikið. Uxi, gaxi, golmi, nelja, vísi, gúsi. Já, einmitt. Já. En ég er, eins og þú segir, ég er aðalega með íslenskan varning í kistu sem ég er mjög ánægð með og með mikils. En svo erum við með aðeins norræna varning og svo er ég með sem ég er mjög ánægð með og það er ekki, ég hef verið að selja það í talsverðan tíma. Það eru vörur frá finnsku fyrirtæki sem heitir Mifuku. Og þetta er sérstaklega fallegt fyrirtæki, svona samfélagsverkefni í samstarfi við Kenja. Þetta eru 2 finnskar konur sem eru hönnuðir, sem eru að fá konur frá Afríku til að búa til fallegar körfur, hirslur. Og þetta er allt handgert, það fylgir nafn á hverri konu með hverri körfu. Og þessir finnski hönnuðir hafa bara hannað ofsalega flotta vöru og allt er þetta náttúrulega fair trade og allt svo gegnsætt ferlið og þetta hef ég verið með í sölu og eins handgerða Mér finnst þetta æðislegt, ég verð að taka fram, ég keypti svona sko handa mömmu minni. Já, nákvæmlega. Og mér finnst þetta æðislegt að þetta konsept, að þetta fair trade, fair trade, já. Og þannig er skapað starf og hönnunin og unnið saman á milli Kenja. Hönnun og fyrsta flokks handverk frá Afríku sem að Og ég var áðan á pósthúsinu að sækja nýja sendingu. No question. Og þar verða líka svona skornir fuglar sem að karlmennirnir hafa verið að skera út. Þær hafa verið svona sérfræðingar í körfunum og þeir í fuglunum. Yeah. Og þá fylgir með náttúrulega hver gerir hvaða fugl, þannig að og allt handgert og smart. Þetta er bara frábært. Alveg magna. Og svo líka er ég náttúrulega að í samstarfi við Hugrúnu að selja vöru frá Hugrúnu sem er að framleiða allt sitt í Finnlandi. Við þekkjum Hugrúnu frekar undir að hafa verið að búa til laufabrauðs varningin og allt hennar er framleitt, allt textílinn er ofinn í Finnlandi og ég er að verða að selja fallið teppi frá Labuan Concrete sem er hennar framleiðandi og allan finnska varningin hennar Hugrúnar sem verður á sérstöku tilboðsverði alla vikuna þegar ég afgreiða finnsku. En hvað er að vera? Við erum nú að segja eitthvað frá því, hvað er að vera þarna? Það er svo mikið. Það er alveg rosalega, það er stútfull vika af frábærum viðburðum. Öll hádegin, alla virka daga, næstu viku, þá er upplestur á bístrónu í hádeginu. Þarna eru þjóðþekktir einstaklingar sem að hefja brjóst sína. Það er Hulda Sif. Já, hinn þjóðþekkta Hulda Sif. Jón Páll, leikustjóri og Eiríkur, bæjarstjóri, meðal annara. Og á miðvikudagskvöldið er stuttmyndasýning. Það sem er meðal annars mynd sem að tilnefnd var til Óskarsverðlauna. 2012, 4 kvikmyndir, stuttmyndir verða sýndar. Ég ætla að poppa. Já, það er popp í boði. Ég ætla að mæta. Á laugardagsmorgni er barnamorgun, það sem er upplestur úr finnskum bókum og föndur. Föndur, einstaklega áhugaverður viðburður, þannig að sjáum við hvernig við erum að fara upp úr og niður, eitthvað fyrir alla. Nanna, já, við mögum ekki glemma það er á laugardagskvöld. Það er allar hinn heimsfrægi Matti Kallio, meðal annars harmoníkuleikari, mikill snillíkur og búinn að spila með stórum nöfnum út allt og má ekki gleyma Barsvar. Já, á föstudagskvöldinu. Það er svona off-venue, þá förum við aðeins út úr húsinu og skreppum á R5 og þar er Norræna félagið með Barsvar sem er í fjarlægum löndum oft nefnt pub quiz. Yes. Og svo ekki má gleyma harmoníkuballinu sem verður svona tangoskotið á laugardagskvöldinu. En svo er náttúrulega stór viðburðurinn
á svo sunnudeginum. Grand finale sem Sinfóníuhljómsveit Norðurlands með þessa stór tónleika. Finnlandi og Frón. Eftir Sibelius og... Já, verk eftir Sibeliusar og Ásgeils Mássonar. Í stjórn Peter Sakari. Yes. Já. Og svo verður líka áhugavert að, er ekki finnski sendiherrann sem fer að tala lýðræðis? Jú, af því að allt þetta nú í tilefni þess að 100 ára lýðveldis afmælis Finnlands. Já, og hann talar lýðveldisbaráttuna þarna. Hann ætlar að tala baráttuna og Sibelius. Sem nú stór hluti af henni. Já. Yndislegt. Ég ætla að hvetja fólk bara til þess að kynna sér fulla dagskrá. Akkurat, mag.is. Já, eða Visit Akureyri. Visit Akureyri. Allt að gerast. Allt að gerast. Ég veit að það frítt inn á alla viðburði nema tónleikana. Já. Og þannig að bara að gera hvetja fólk gaman að fá okkur. Mér finnst það skemmtilegt. Við verðum öll finnsk í næstu viku. Kíkjum í Hof og tökum bara svolítið þátt. Hví ekki? Það er alveg hægt að eyða tímanum í einhverja meiri vitleysu en það. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.